fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að borgarstjórn samþykki að taka upp Hafnarfjarðarmódelið hvað varðar fjárhagsaðstoð. Og tekur tillögu flytjandi borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir fyrst til máls. Forseti og borgarfulltrúar. Ég mæli hér fyrir þeirri tillögu að borgarstjórn samþykki það að taka upp það sem við köllum svokallað Hafnarfjarðarmódel í fjárhagsaðstoðinni. Við létum greinargerð stutt að fylgja með tillögunni, ég ætla að fá að lesa hana með leyfi forseta. Hefst svo: borgarstjórn samþykkir að taka upp Hafnarfjarðarmódelið hvað varðar fjárhagsaðstoð. Með aðstoð utanaðkomandi ráðgjafa skilgreindi Hafnarfjarðarbær og tók upp nýjar leiðir við að sinna fjárhagsaðstoð með afar góðum árangri á síðasta ári. Fleiri fengu vinnu og færri þurftu aðstoð sveitarfélagsins eftir að nýtt ferli var tekið í gagnið. Sá undraverði árangur náðist að kostnaður vegna fjárhagsaðstoðar í nóvember á síðasta ári hafði lækkað 40% frá því í janúar. Í Reykjavík hefur kostnaður vegna fjárhagsaðstoðar ekki lækkað síðustu árin. Hann margfaldaðist hins vegar á síðustu 10 árum hefur hann margfaldast. Það er því ljóst að verulegir hagsmunir eru í húfi til að reyna að ná sama árangri og náðust í Hafnarfirði. Tilvitnun lýkur. En ástæða tillögunnar er því mjög einföld og hún er sú að þarna er búið að sýna fram á leiðir sem er að skila mjög miklum árangri og okkur er ekkert við eigum bara að fara og skoða þær, skoða hvernig við getum nýtt það sem reynst við vel og reynda að ná einhverjum betri árangri en við erum að gera. Það er ekkert að fækka fjárhagsaðstoðinni hjá okkur. Þrátt fyrir allt það sem Reykjavíkurborg hefur lagt og gert og margt mjög gott við vitum það, þá er fækkunin nánast mælanleg. Það er bara svoleiðis. Og þá er ekki hægt að sitja aðgerðalaus. Nýtum það sem vel er gert. Hér liggur fyrir dæmi hvernig hægt var að gera miklu betur, ná ótrúlegum árangri, miklu betri árangri heldur en Reykjavíkurborg hefur getað sýnt. Þannig að mér finnst við ekki hafa efni á því, hvorki við í borgarstjórn bara pólitískt séð, né vegna þess að það eru gríðarlegir hagsmunir í húfi fyrir íbúa borgarinnar og fyrir allan fjárhag borgarinnar. Ég ætla að fara aðeins í gegnum hvað við erum að meina eða út af hvað þetta Hafnarfjarðarmódel gengur og og svona bera aðeins saman við Reykjavíkurborg, hvað er að gerast þar. Ég ætla kannski að byrja því að fara aðeins nánar yfir þann ábata sem náðist með því módeli sem Hafnarfjörður tóku upp. En það var fyrir utan það að ná þessari 40% fækkun einstaklinga sem þurftu að vera að fá framfærslu til lífsviðurværis frá sveitarfélaginu 40%, þá var í rauninni tekin upp svo nálgun að ákveða bara að það yrði engin atvinnulaus. Allir þeir sem komu og sækjum fjárhagsaðstoð, þeim er beint í ákveðna hópa og í módelinu eru 4 hópar. Það er fyrst vinnuhópurinn sem er atvinnulausir á fjárhagsaðstoð sem ekki njóta þá atvinnulausbóta nema þá einhverjum hluta, en þeir eru fyllilega vinnufærir að eigin mati. Það eina sem hamlar er bara að þeir fá engin tækifæri. Og þar var bara ákveðið, setjum ekki með hendur í vössum, finnum störf, búum bara til störf fyrir þetta fólk og hjálpum þeim til þess að fá sér tækifæri, til þess að öðlast einhverju hæfni. Og það var gert og gekk mjög vel. Helmingurinn af þeim sem sóttu fjárhagsaðstoð var í þessum hópi, þar að segja vinnufærir einstaklingar, ekkert annað að, heldur en bara tækifærin vantaði. Það var einnig ákveðið að sækja út á og leita til fyrirtækja í Hafnarfirði og víðar til þess að finna í rauninni störf fyrir einstaklingana og fari bara í beina markaðssetningu til þess. Fundin voru 115 störf inn í bænum, inn í Hafnarfirði og svo 71 starf á vinnumarkaði. Og þetta
finnst mér bara gífurlega góður árangur og ég held að ef við miðum við okkur þá megum við bara fara lítið í eigin barm. Erum við á einhverjum hraða snigilsins? Við höfum reyndar verið hér oft í pontu og gagnrýnt það hversu ofboðslega lítil skilvirkni hefur verið í fjárhagsaðstoðarmálum í Reykjavík yfir höfuð frá hruni. Reykjavíkurmódelið var byggt þannig að það byggðist bara á því að fólki var greitt fyrir, það var ekkert verið að hjálpa því að leita vinnu en eitt slíkt. Það fekk bara greiddar bætur og það nánast því bauðst auðvitað einhvers konar sálræn og félagslega aðstoð, en það gekk ekki neitt út af það að reyna að hjálpa því út á vinnumarkað, því það hafði ekki verið þörf á því jafnvel áður. Þannig að þessu þurfti algjörlega umturna. Við höfum verið að tala þetta í mörg ár og alltaf hefur staðið á viðbrögðum síðan hér byrjaði í velferðarráði. Þá finnst mér bara eins og menn sjá ekki hvað þetta er mikilvægt og loka augunum fyrir því að sé hægt að gera betur en Reykjavík er að gera. Það er vel hægt að gera betur. Þessar niðurstöður sýna okkur það og þetta skiptir ekki einhver smá máli. Bara kostnaður til dæmis ef við næðum sama árangur hér getur skilað okkur 800 milljónum á ári. Það er jafn mikið og kostar að reka ferðaþjónustu fatlaðra á ári. Þetta eru gríðarlegir fjármunir, skipta fólki gríðarlega miklu máli og það er fáránlegt að við ætlum ekki að taka það alvarlega að horfa í árangur sem aðrir eru að sýna. Ekki lengri burtu en 10 kilometra eða 5. Ef ég fer aðeins yfir stöðuna í Reykjavík, þá er það svo að frá árinu 2007 hefur fjöldi þeirra sem þarf að framfærslu að halda tvöfaldast. Og þeir eru núna, hér er ég reyndar með tölur árið 2003, þá er ég með tölur að 3.350 manns hafi þurft á þessari aðstoð að halda. Það er engin smá tala og það þarf að vinna í þessu og það þarf að finna leiðir sem eru betri en við erum að nýta í dag og það þarf að breyta því hvernig við erum að vinna okkar ferla, hvernig við erum að hjálpa fólki. Það er ekki nógu mikið skilvirkni í því. Ef það er hægt að vinna þetta svona eins og þarna var gert, af hverju er það þá ekki hægt í okkur og af hverju ætlum við ekki að reyna það? Bara núna á síðustu árum hefur breytingin verið nánast engin. Það hefur þrátt fyrir miklu betra ástand á atvinnumarkaði. Það hefur kannski fækkað 1% á fjárhagsaðstoð, meðan atvinnuleysi er að falla verulega mikið niður. Þetta segir mér mjög skýrt að það er ekki allt í lagi. Þá verður líka bent á það að það er alveg gríðarlegur fjöldi sjúklinga sem þarf á vera fjárhagsaðstoð hjá Reykjavíkurborg, hefur engar aðrar tekjur. Að vísu er það svo að það er reynt að vinna með það þannig að því að venjulega er það þannig að ef þú ert metinn sjúklingurinn á fjárhagsaðstoð þá ertu í einhvers konar endurhæfingarmati, þannig að þú munt líklega að fá greitt og það aftur í tíman ef þú ert svo metinn öryrki eða einhver svona eða ert metinn þannig að þú sérst ekki fær að vera á vinnumarkaði. Þannig að þá er þetta greiða sveitarfélaginu tilbaka. Engar síður þá þarf þetta að vinna með þessa hópa. Og þá veit ég alveg, Reykjavíkurborg hefur að reyna að gera alls konar hluti. Og það er á meðal að flokka fólk í virkni hópa og ekki virkni hópa. Við hefum komið að stofnun atvinnutorg sem hefur sýnt ágætan árangur. Þetta er bara í allt og litlu mæli. Við þurfum að vera sýna miklu meiri við þurfum að fara miklu harðar í þá nálgun að ákveða og gefa ekkert eftir og segja bara fólk í Reykjavík í þessari stöðu á skilið að fá það tækifæri að komast út á vinnumarkað og við ætlum bara að hjálpa þeim. Það er það sem við eigum að gera. Og bónusin er að þetta sparar okkur líka heilmikið fé. Þannig að það væri fáránlegt að sitja og gera ekki neitt.
Þess vegna segjum við sjálfstæðismenn í borgarstjórninni og leggjum það til að við förum í að nýta þetta módel sem Hafnarfjarðarbær gerði tilraunir með og tók upp á síðasta ári með þessum gríðarlega fína árangri og reynum að nýta það sem hægt til þess að ná betur tök á því sem við erum ekki að gera nógu vel. Borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir hefur lokið máli sinni og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Frú forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætlaði bara að byrja á að þakka Áslaugu Friðriksdóttur fyrir borgarfulltrúa Áslaugu Friðriksdóttur fyrir þessa tillögu og þessar útskýringar á tillögunni. Það er rétt sem að hún segir að fjöldi notenda fjárhagsaðstoðar í Reykjavík hefur tvöfaldast á árunum 2007 til 2013 og það ár fengu alls 4.218 einstaklingar einhverja tegund af fjárhagsaðstoð í Reykjavík, þar af 3.350 fjárhagsaðstoð til framfærslu. Eftir það hefur notendum fjárhagsaðstoðar fækkað lítillega, fækkað 2%. Það er vissulega ekki mikið, en við erum að vonast til þess að við séum allavega að byrja að þróast þar í rétta átt. Og mér finnst líka ágætt að taka það fram áður en við byrjum að fjalla þetta að fjölmennasti hópurinn þarna er ungt fólk á aldrinum 20 til 29 ára. Nú velferðarsvið hefur boðið upp á fjölmörg og fjölbreytt úrræði fyrir þá sem nota fjárhagsaðstoð og þau hafa skilað miklum árangri fyrir stærstan hluta þeirra einstaklingar sem hafa þangað leitað og þá auðvitað leið fyrir samfélagið í heild. Það hefur verið lögð áhersla á sjálfshjálp með áherslu á virkni og einstaklingsbundinn stuðning. Ég ætla að fara aðeins í stuttu máli yfir helstu verkefni sem Reykjavík hefur ráðist í, þannig að þau séu hér líka nefnd. Það var gerð aðgerðaáætlun um fjárhagsáætlun hjá Reykjavíkurborg sem er unnið eftir. Eitt af því sem þar var að sérstakir virkniráðgjafar voru ráðnir til starfa á öllum þjónustumiðstöðvum og þeim hefur verið fjölgað síðan þá og nú koma félagsráðgjafar, náms- og starfsráðgjafar, sálfræðingar, iðjuþjálfar og fjármálaráðgjafi að þessari þjónustu við fólk sem er á fjárhagsaðstoð. Og við höfum nýtt virkninámskeið eins og kvennasmiðju, grettistak og karlasmiðju og Reykjavík hefur tekið þátt í verkefnunum eins og virkni til velferðar, virknibrú, velvirk, atvinnutorg og stígur. Og í Reykjavík hefur verið lögð áhersla á samvinnu við önnur verkefni eins og virk, Vinnumálastofnun og atvinnumáladeild Reykjavíkurborgar. Það er ýmislegt verið gert og reynt. Hér hefur auðvitað verið talað heilmikið um atvinnutorgið sem er atvinnutengt úrræði þar sem að notendur fá þverfaglegan stuðning og hvatningu óháð rétti til atvinnulífsbóta eða fjárhagsaðstoðar og þangað hafa virkni ráðgjafar þjónustumiðstöðvanna að leita þeim, vísa þeim einstaklingum sem þarf að fylgja vel eftir. Ungir atvinnuleitendur án starfsreynslu þurfa oft á tíðum þéttara aðhald og stuðning en þeir sem eldri eru og hafa reynslu af vinnumarkaði. Og ég get bara tekið undir það, mér finnst það mjög mikilvægt að við hjálpum þar þeim borgurum sem að taka sín fyrstu skref og pössum að þeir festist ekki á fjárhagsaðstoð, hafa verið lent þar. Atvinnutorg hefur lagt mikla áherslu á samstarfi aðila og stofnanir sem að koma málefnum ungs fólks eins og Fjölsmiðjuna, Foreldrahús og SÁÁ og þar er gerð krafa mætingu 3-5 sinnum í viku og þar eru einnig tímabundin störf í alltaf 6 mánuði fyrir þá sem þess þurfa. Og þetta var fyrst einungis fyrir þá sem eru yngri en 30 ára en frá ársbyrjun 2014 þá voru þetta líka fyrir þá sem eldri eru og síðasti ári þá var helmingur þeirra sem þangað leitaði yngri en 30 ára.
Nú, síðustu áramót þá urðu þær breytingar að Vinnumálastofnun dró sig út úr atvinnutorginu og þó árangurinn af atvinnutorgi hafi verið góður, þá vonustu til þess að þetta nýja fyrirkomulag verði enn betra. Tilvísunarkerfið er einfaldara og það er aukinn möguleiki á samnýtingu úrræða hjá Vinnumálastofnun heldur en kannski var áður. Við vonum það. Ég mig langar líka að nefna Velvirk. Eins og flestir hér vita sjálfs, þá er Virk starfsendurhæfingarsjóður sem er sjálfseignarstofnun ASÍ, SA og stéttarfélaga og atvinnurekenda á opinberum markaði og frá ársbyrjun 2013 þá hafa viðtakendur fjárhagsaðstoðar átt rétt á þjónustu frá Virk. Og í byrjun árs 2014 fór af stað verkefni Velvirk sem ég nefndi áðan með það markmið að þjónusta viðtakendur fjárhagsaðstoðar í Reykjavík sem eru atvinnuleitandi án bótaréttar og með óskilgreindan heilsubrest og hafa verið metnir af virkniráðgjafum sem óvinnufærir. Þar erum við að ræða teymi milli starfsmanna Virk og velferðarsviðs þar sem í sitja læknir, sálfræðingur, sjúkraþjálfari, félagsráðgjafi og teymið sem tekur fyrir mál og metur þörf fyrir starfsendurhæfingu. Þetta er svona annað, því að eins og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir nefndi áðan, þá er stór hluti af þeim sem eru á fjárhagsaðstoð sjúklingar og þeir þurfa öðruvísi úrræði. Þannig að nú eru í hverju þjónustu miðstöð starfandi sjúklingateymi sem hafa það hlutverk að bæta hag sjúklinga á fjárhagsaðstoð. Og þar er áhersla á einstaklingsmiðaðan stuðning og notendasamráð. Og þeir þurfa að gera hér þetta matstæki EMS sem er eigin mat á starfsgetu sem við höfum lagt til grundvallar. Nú, síðan er það Stígur sem er samstarfsverkefni milli Vinnumálastofnunar og velferðarsviðs sem þjónustu við atvinnuleitendur sem eru án bótaréttar í atvinnuleysis- og tryggingakerfinu en nota fjárhagsaðstoðar. Og þangað hafa virkniráðgjafar velferðarsviðs vísað þeim sem eru tilbúnir á vinnumarkað án mikilstuðnings. Og þetta úrræði opnaði síðastliðið vor og þar er gerð krafa mætingu 3 í viku og ráðgjafar Vinnumálastofnunar reyna að miðla atvinnuleitendum í starf á einkamarkaði. Og velferðarsvið greiðir þar styrk með starfi til 6 mánaða sem er sama upphæð og full fjárhagsaðstoð til framfærslu. Og þann 12. nóvember 2014 þá hafði 155 einstaklingur verið vísað á Stíg frá Reykjavík og af þeim höfðu 67 einstaklingar fengið starf eða 53% sem er, myndi ég segja, góður árangur. Og það er pláss fyrir 60 einstaklinga á hverjum tíma og ekki hefur myndast biðlisti þar. Nú síðan ætla ég að nefna líka atvinnumáladeild Reykjavíkurborgar sem hefur umsjón með atvinnutengdum úrræðum og vinnumiðlun sérstakra starfa, þar með töldum sumarstörfum sem hafa komið til vegna aukafjárveitinga og ráðgjöf og námskeið fyrir atvinnuleitendur. Í janúar til september 2014 þá var 111 einstaklingum vísað frá þjónustumiðstöðvum til atvinnumáladeildar Reykjavíkur og af þeim fengu 43 starf til 6 mánaða og þar er heldur ekki biðlisti. Eigið mat á starfsgetu er notað til grundvallar þegar vísað er í Stíg, atvinnutólk og Velvirk því við viljum auðvitað standa með borgarbúum þegar eitthvað bjátar á og hjálpa þeim til vinnu og virkni eins og kostur er. Og við vinnum þarna samkvæmt þessu markmiði aðgerðaáætlun um fjárhagsaðstoð sem felst í því að fjölga tækifærum fyrir viðtakandi fjárhagsaðstoðar til framfærslu og stuðla þannig að þeim sé gert að sjá sér farborða með öðrum hætti en með fjárhagsaðstoð. Tillagan er það að við tökum upp Hafnarfjarðarmódelið og við svona fljótt á litið þá virðist sem að það sé heilmargt líkt með Reykjavíkurmódelinu og Hafnarfjarðarmódelinu. En mér finnst sjálfsagt að leita til nágrannasveitarfélaga eftir hugmyndum og lausnum og ég veit að það hafa þó nokkuð samskipti átt sér stað nú þegar á milli velferðarsviðs og félagsmála yfirvalda í Hafnarfirði.
Það sem að Hafnarfjörður hefur kannski umfram Reykjavík eru hlutfallslega fleiri störf fyrir þá notendur fjárhagsaðstoðar, eins og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir kom inn á, og það einnig munur á hópaskiptingunni. En við í Reykjavík höfum kannski fleiri virkniúrræði og fleiri átaksverkefni. En ég held að geti verið gagnlegt fyrir báða aðila að skoða hvað gert, því að markmið jú alltaf að hjálpa íbúum til virkni og vinnu og hjálpa þeim í þeim aðstæðum þar sem þeir eru til betra lífs. Þannig að ég ætla að fá að leggja til hér að tillögunni verði vísað til velferðarráðs, bara tillögunni verði vísað til velferðarráðs og þar getum við þá rætt þetta frekar og skoða hvað best að gera. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu, þá hv. borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú byrja því að þakka fyrir þessar umræður fjárhagsaðstoð og bestu úrræði til að styðja einstaklinga sem í þeirri stöðu að þurfa að njóta aðstoðar sveitarfélagsins varðandi grunnframfærslu. Þetta auðvitað lægstu fjárhæðirnar sem veittar eru og eru hugsaðar sem tímabundið úrræði, og markmið okkar hefur því verið og á að vera að styðja fólk til sjálfshjálpar í þeim aðstæðum sem það og ég hef ekkert legið á þeirri skoðun minni undanfarin ár að hvort heldur þeir sem eru langtíma atvinnulausir eða atvinnulausir og þeir sem þurfa á fjárhagsaðstoð að halda, þá besta úrræðið að komast í fullgilda vinnu, komast aftur inn á vinnumarkaðinn, vera þannig virkur og þess vegna hefur það nú verið megin áherslan hjá Reykjavíkurborg undanfarin ár. Og það sem ég eiginlega eins ágætt og það að setja þetta mál hér á dagskrá og ræða reynsluna af því sem hefur verið unnið eftir í Hafnarfirði síðasta hálfa árið eða svo, að þá finnst mér upplegg frummælanda býsna sérstakt, satt að segja. Vegna þess að ef það eitthvað sveitarfélag sem hefur leitt í raun vinnu við það að bjóða atvinnulausum störf, að þróa ný virkniúrræði fyrir þá sem þurfa að vera upp á fjárhagsaðstoð komna eða njóta ekki réttinda, þá það Reykjavík og í ákveðnum tilvikum Hafnarfjörður. En þessi tvö sveitarfélög hafa látið sig þessi mál miklu varða, en mér finnst einfaldlega bara ekki ganga að koma hér og tala eins og ekkert hafi verið gert, að engum árangri hafi verið náð, vegna þess að við höfum fjallað það reglulega og bara í tengslu við fjárhagsáætlun á hverju ári, hvað framundan, af hverju við höfum áhyggjur og til hvaða úrræða við ætlum að grípa hverju sinni til þess að koma í veg fyrir fjölgun og fjárhagsaðstoð, reyna að tryggja sem flestir sem hafa verið langtíma atvinnulausir eða á fjárhagsaðstoð eða án bótaréttar komist í einhver betri úrræði. Og ég kannast bara alls ekki við það og bið þá að það sé teflt fram tölum því til stuðnings að hrakspárnar hafi gengið eftir. Þegar við tókum hér við í síðasta meirihluta 2010, 2 árum eftir hrun, og það var fyrirséð að stór fjöldi hóp sem hafði orðið atvinnulaus myndi fara á fjárhagsaðstoð og missa bótaréttinn þegar 4 ár væru liðin frá hruni, eða 2012, að þá var farið í þetta strax að greina hvað gæti verið í vændum og hvað þyrfti að vinna. Þegar síðan bótarétturinn styttur í 3 ár sett alveg sérstakt átaksverkefni og raunar mörg í samvinnu við Vinnumálastofnun og ríkisvaldið til þess að koma fólki í nám, til þess að koma því til vinnu, og þetta var í samstarfi við fyrirtækin í landinu og verkalýðshreyfinguna og reyndi satt best að segja afbragðsvel. Hér talað aukningun á fjárhagsaðstoð og það alveg rétt, það hefur orðið aukning bæði í fjölda og í heildartölum, en
við verðum að halda til haga í því samhengi að aukningin sem spáð var miklu meiri og þegar við horfum á fjölda þeirra sem hefur verið komið í önnur úrræði að þá höfum við tilefni til þess að vera býsna stolt af velferðarsviðinu, vera býsna stolt af atvinnumáladeildinni hér í Ráðhúsinu, samspili þeirra tveggja, samvinnu við Vinnumálastofnun, samvinnu við verkalýðshreyfinguna í gegnum VIRK og önnur úrræði og ég held að þó að það sé ekki eini mælikvarðinn, þá sé bara hollt að horfa til þeirra talna sem við höfum sett inn í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar á hverju ári og hverja niðurstöðu tölurnar hafa verið. Því að fjárhagsáætlun felur í sér það sem á að heita raunsæ spá útgjöldin til þessara mála og niðurstöðu tölurnar eru þá þau útgjöld að frádregnum þeim árangri sem náðst hefur við að koma fólki í önnur úrræði. Og ef við byrjum bara árið 2011, þá var búist við að fjárhagsaðstoðandi framfærslu færi í fyrst skipti yfir 2 milljarða eða í 2.100 milljónir króna. Niðurstaðan var 250 milljónum lægri, eða 12% lægri. Svo kom stóri hópurinn 2012. Þá var munurinn ekki jafn mikill eða 142 milljónir en þegar að liðstigsverkefnið og þessi stóru verkefni voru komin í fulla vinnslu árið 2013 að þá var áætlað 2,8 milljarðar til málaflokksins en niðurstaðan var 2.278 milljónir eða 500 milljónum krónum lægra. Og sömu sögu að segja úr útkomuspanni fyrir 2014, þar að segja niðurstaðan 500 milljónum lægri og þó búið að taka við áætlunargerðina ákveðna fjármuni frá til þess að setja í liðstigsverkefnið og önnur verkefni. Þannig að það má í raun velta fyrir sér hvort að árangurinn sé ekki á bilinu 500 til 1000 milljónir á ári þessi síðustu ár sem bein afleiðing af þeim virkniúrræðum sem að beitt hefur verið í Reykjavík. En ég með þess að segja að við getum ekkert lært af Hafnarfjarðarmódelinu sem keyrt hefur verið síðastliðið haust? Nei, ég reyndar alls ekki að segja það. Ég held þvert á móti að reynsla síðustu ára sýni okkur að við eigum að vera mjög opin fyrir nýrri hugsun, nýjum leiðum, fara út fyrir boxið og hlusta á okkar besta fólk í þessum efnum. Það gerðum við til dæmis með góðu fordæmi virkniráðgjafana upp í Árbæjarhverfi sem fengu kannski fyrsta þjónustumiðstöðin sem fékk fyrirtækin í hverfinu með sér til þess að fá ungt fólk á fjárhagsaðstöðu upp úr rúminu í vinnu og nánast sótti það með handafli suma morgna og þetta þéttara aðhald var síðan grunnurinn að hugmyndafræðinni undir atvinnutorgi sem að vinna með þá sem að hafa kannski hvorki rétt á atvinnuleysispótum né fjárhagsaðstoð en þurfa virt aðhald til að koma þeim í virkni. Númer 2 að þá hefur velferðarsvið skoðað fordæmin frá Hafnarfirði og litist prýðilega á. Það er mjög margt reyndar sameiginlegt og kemur ekki óvart að við höfum unnið býsna náið saman. Mjög margt sameiginlegt með því sem verið að gera í Hafnarfirði og verið að gera í Reykjavík. En ekki allt og áherslur þeirra á flokkun eftir virkni og getu sem býsna jákvæð nálgun á stöðu fólks finnst mér áhugaverð og velferðarsviðið veit ég sömu skoðunar og þess vegna að skoða þessa nálgun. Árangurinn líka góður og ég vil nú bara nota tækifærið og óska Hafnfirðingum til hamingju með það, þennan árangur í að lækka kostnaðinn en það auðvitað stuttutími liðinn og fagfólki þar hefur ákveðnar áhyggjur af því að geta orðið bakslag eftir þennan fyrsta tíma sem ég vona sannarlega verði ekki en við eigum að horfa á þetta og líka hitt að þar eins og í liðstigsverkefninu eins og í atvinnutorgi og öðru hefur lykilúrræði verið að bjóða upp á störf. Kannski getum við gert meira af því og þá eigum við að gera það. Fara yfir það hvort að þau hafi gengið lengra í því og það getur vel verið áhugavert fyrir borgina. Þannig að ég held að
málefnið sé mikilvægt, verkefnið skiptir gríðarlegu máli, ekki bara út frá fjárhag borgarinnar, þó ég hef verið að rekja hér fjárhagslegar tölur því til stuðnings, heldur ekki síður vegna þeirra einstaklinga sem hér eigi hlut. Það engum greiði gerður með því að vera lengi á fjárhagsaðstoð eða atvinnuleysisbótum. Engum. Það ekki góð staða til að vera í, hvorki efnahagslega, félagslega, né til framtíðar. Þannig að við eigum að veita stuðning. Í Reykjavík hann einstaklingsmiðaður. Það má segja að verklagið skiptist í 5 þætti. Í fyrsta lagi að þá þegar vinnufærir einstaklingar annars vegar, þá erum við að vinna mjög náið með Vinnumálastofnun og samkvæmt sérstakri kröfulýsingu og raunar nýjum samningi sem tók gildi 1. janúar síðastliðinn, að þá Vinnumálastofnun að sinna öllum, bæði þeim sem eru atvinnulausir en líka þeim sem eru á fjárhagsaðstoð, til þess að reyna að sinna vinnumiðlun og koma fólki í virkni og til vinnu. Og þetta eitt af því sem gerðist í ágætu samstarfi við Vinnumálastofnun núna á síðustu mánuðum og tók gildi núna 1. janúar. Þetta vinnufæri hópurinn. Í öðru lagi þegar óvinnufæra einstaklinga að ræða, að þá viðtali á sálfræðingi, það geta verið námskeið, iðjuþjálfun, ráðgjöf, stuðningur, samstarf við endurhæfingarúrræði. Þar eru aðilar vinnumarkaðarins með VIRK, þar erum við með Janus, kvennasmiðjuna og kallasmiðjuna. Þetta eru þeir sem þurfa frekari stuðning áður en þeir fara aftur út á vinnumarkaðinn. Síðan erum við með hóp sem sérstaklega vandasamur. Það eru þeir sem eru óvinnufærir vegna fíknar eða áfengisvanda. Og þar erum við með Grettistak sem sérstakt verkefni, viðtöl við áfengisráðgjafa, samstarf við SÁÁ, ráðgjöf og stuðning. Þegar alveg vitað að einstaklingar sem eru í neyslu eða sama að hvað tagi þau ná ekki árangri, hvorki sem þátttakendur á vinnumarkaði, né í þessum virkniúrræðum. Þannig að það þarf að taka á því undirliggjandi vandamáli fyrst. Í 4. lagi þá verið að veita námsráðgjöf til þeirra sem að vilja fara í nám og það samstarfi náms- og starfsráðgjafa. Og síðan það í 5. lagi einstaklingar sem að bíða í raun eftir úrlausn mála í öðrum kerfum. Og þá getur bæði verið styrkir eða lán til óvinnufærs fólks sem að getur átt við. Þannig að þetta mjög margþætt. Við erum að veita einstaklingsbundna þjónustu, það mjög mikilvægt því að þó að þessir flokkar séu bara 5, að þá eru þetta allt saman einstaklingar. Og við að mæta þeim af virðingu, við að mæta þeim af metnaði, við eigum að gera kröfur, við eigum að gera kröfum það að þeir sem eru vinnufærir, að þeir þiggi vinnu. Við eigum að gera kröfum það að það sé samvinna til sjálfshjálpar hjá þessum hópi eins og öðrum. En síðast en ekki síst að þá eigum að vera opin fyrir nýjum hugmyndum. Hafnarfjarðarmódelið ný nálgun að vissu leyti, þá margt minna á það sem við erum að gera. Og ég tek undir málsmeðferðartillögu Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarfulltrúa að málinu sé vísað til velferðarráðs, þar verði farið yfir það og gerðar frekari tillögur breytingar, viðbætur eða annað eftir því sem að tilefni til. En viðfangsefnið viðvarandi, við verðum að sinna því vel og eigum að gera það metnaði eins og við höfum verið að gera undanfarin ár. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu, þá Björn Blöndal, borgarfulltrúi næstur á mælendaskrá. Hinn í gifti. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar og gestir. Ég tek nú undir þakkir til borgarfulltrúa Áslaugar Friðriksdóttur fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga efni sem fjárhagsaðstoðin
og hvernig við förum með það. Við höfum svona stundum hefur fjárhagsaðstoðinni verið líkt við trampólín. Í dag hefur bara verið Davíð Oddsson, sem ritstjóri Morgunblaðsins, sem talaði að fjárhagsaðstoð ætti að vera, eins og trampólín, sem sagt, þú lendir þar og það væri svona frekar mjúkt og þú kæmir strax aftur á fætur. Og þetta það markmið okkar, eða hlýtur það að vera svona yfir markmið að þetta neyðaraðstoð. Við viljum ekki að fólk festist þarna í langan tíma og að samanskapi viljum við augljóslega ekki setja fólk út á guð og gaddinn, þannig að það í sjálfu sér ekki okkar aðal markmið að strauja út af fjárhagsaðstoð með hvaða hætti sem er. Það verður að liggja fyrir að fólk komist í betri aðstæður en það er þar og við erum auðvitað að gefa okkur það að stærstur hluti, stærstur hluti þeirra sem eru að þiggja fjárhagsaðstoð, þeir séu þar vegna þess að þeir hafa ekki önnur úrræði, þeir hafa ekki önnur hús að venda. Og ég held að það sé mikilvægt að líta þannig á málið. Hluti af þessari umræðu er auðvitað svona ákveðin einhvers konar alltaf því ímyndaðar ágreiningur skilyrðingar og bara svona aðferðafræði og aðkoma að því hvernig þú ætlar að koma fólki til virkni. Ætlar að pína það til virkni, ætlar að hvetja það til virkni, er þetta mjúka eða harða leiðin. Það er svolítið svona undirliggjandi mismunur á hvaða þema menn vilja nota. Og það er auðvitað eins og borgarstjóri og borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir fóru vel yfir hér. Þá er náttúrulega ekki hægt að láta líta þannig út eins og hér í Reykjavík hafi ekkert verið aðgert til að bregðast við auknum fjölda á fjárhagsaðstoð. Borgarstjóri fór ágætlega yfir viðamiklar og mjög árangursríkar aðgerðir sem var farið í hér frá með árinu 2011. Í mjög góðri samvinnu við aðila vinnumarkaðins, verkalýðshreyfinguna og vinnuveitendur og ríkið, sem að tilgangur þess var að fólk sem var að klára atvinnuleysisbótarétt sinn, sem þá þegar hafði verið lengdur nokkuð vegna þess að það var ekki næga vinnu að hafa, og það var fyrirsjáanlegt að þarna væri töluvert stór hópur fólk sem að myndi hreinlega eða gæti orðið fyrir því að missa getuna til að vinna fyrir sér, festast í raun og veru í svona fátækragildu. Ekki að því hann vildi ekki vinna, heldur bara að því það var ekki boði og síðan að vegna sem sagt viðvarandi óvirkni þá myndi, ég segi ekki missa getuna til að vinna, en allavega skerða mjög hæfni sína til að takast á við vinnu. Og þær aðgerðir sem var farið í þarna 2011 var síðan haldið áfram með 2012 og 2013. Þær skiluðu þetta gríðarlega miklum árangri og ég held að það hafi bjargað fjölda fólks frá mjög vondum viðvarandi aðstæðum. Og þetta að hluta til, ég meina Hafnarfjarðarmódelið svo kallaði, sem auðvitað ekkert módel, það ekki tilneitt fyrirbæri sem heitir Hafnarfjarðarmódelið, en það hefur verið farin þarna ákveðin leið í Hafnarfirði sem er að einhverju leyti byggð á hugmyndafræði sem var beitt þarna í þessum vinnumarkaðsaðgerðum frá 2011. Það er að bjóða vinnu þeim sem það geta þegið. Það er ákveðin leið og við erum alveg að velta því fyrir okkur. Er þetta, eigum við að fara að búa til fleiri störf fyrir fólk? Eigum við að við byggum náttúrulega til hér fjölda starfa í þessum atvinnuáttaksaðgerðum þar sem að við gátum látið vinna heilmikið af verkefnum, mikilvægum verkefnum hérna fyrir borgina sem ekki hefur verið hægt að fara í öðrum kosti. Þannig að það
það unnu allir. Þetta var svona sem að sletti, svo kallar win-win fyrir alla aðila. Þannig að ég held að það sé nú mikilvægt og það raun og veru bara rýrir gæði umræðunar og alls ef að menn ætla að fara að láta eins og hér á ekkert vera aðgert og hér sé allt í kalda koli í þessum málum, því að það er langur vegur frá því. Nú annað sem við erum auðvitað að glíma við að stytting atvinnuleysisbótaréttar, hún flýtir því að þeir sem ekki fá vinnu fari inn á fjárhagsaðstoð, þannig að samvinna Vinnumálastofnunar og sveitarfélagana er mjög mikilvæg þegar kemur að því að koma fólki, aðstoða fólk til virkni. Og við erum svo sem ekki illa stödd meðan við margar þjóðir því að þrátt fyrir allt þá á Íslandi í sjálfu sér næg vinna en þann dag í dag. Það mun auðvitað koma að þeim tímapunkti að það verður ekki hægt að bjóða öllum sem vilja vinna vinnu og þó nokkrar þjóðir, til dæmis í Evrópu sem eru í raun og veru búin að glíma við þann vanda í nokkurn tíma. Þú tekið sem dæmi Þýskaland þar sem mikil umræða það að það bara ekki vinna fyrir alla og innan 10 ára verður staðan svo og það töluverður hópur fólk sem hugsanlega mun aldrei vinna. Og þar auðvitað verið að spyrja þessara spurningar sko, er samfélagsgerðin, þetta að fara að kalla breytingar á samfélagsgerðinni? Er þessi ofuráhersla á vinnu, er það fyrirbæri sem að kannski mun þurfa að þróast í einhverja aðra átt áður en langt líður? Og hvað er vinna? Skilurðu, hvurslags hvernig metur vinnu? Er til dæmis, já, það er ýmislegt sem að fólk gerir sem að hefur heilmikil ávinningi för með sér, bæði fyrir fólki sjálft og fólk sem að skapa ýmsar hluti. Telst kannski ekki vera hefðbundi vinna en enga síður verið að búa til einhvers konar verðmæti, hvort sem að það er áþreifanlega eða andleg. En þetta er nú svona pæling sem við tökum kannski hérna einhvern tíma þegar minna á dagskrá, borgarstjórnarfunda, umræðum hvað er vinna. Sko, það er að gera velta upp öllum möguleikum sem að við getum til þess að bæta líf þess fólk sem þarf á fjárhagsaðstoð að halda og ég ímynda mér að það sé hvati þessari tillögu borgarfulltrúa Áslaugar Friðriksdóttur. Það er ekki bara það að spara einhverja peninga fyrir Reykjavíkurborg, heldur að leita leiða til að bæta líf þessa fólks sem er í þessum aðstæðum. Og það er allir sammála því, við viljum standa því. Hérna hefur verið nefnt að aðstæður þeirra sem að þiggja fjárhagsaðstoðina, þær eru mjög mismunandi. Við erum með langstærstan hóp til dæmis allra sveitarfélaga hér, langstærstan hóp fólk sem á í svona svokölluðu neyslutengdum vanda og það er hópur sem að þarf annars konar aðstoð. Við skóplum þau bara ekki í vinnu, svo mæta þeir ekki einn daginn og þá eru þeir bara búin að missa vinna og dottnir af fjárhagsaðstoð og við erum búin að spara fullt af pening. En fólki er bara sett út á guðogatinn, hefur ekki í sig á og skapar sér og öðrum vandræði á öðrum vettvangi. Þannig að það er ekkert sko, það er sjálfu sér, það er útópía að segja að það séu bara til einhverjar einfaldar lausnir og þau eru bara að gera það rass í brók og allt er í lagi. Það virkar ekki þannig. Það þarf að gera þetta með næmni og það þarf að gera þetta á mannlegan hátt og fyrst og fremst með velferð þeirra sem eru í vandanum staddir í huga. En ég segi þess að borgarstjóri, ég styð málsmeðferðartillögu borgarfulltrúa Heiðbergar Hilmisdóttur. Ég held að það sé mjög gott bara fyrir velferðarráð að taka þessa tillögu til meðferðar og ræða það þar hvort að hún sem slík, ég held að hún sé í raun og veru ekki tæk beint til atkvæðagreiðslu, þar að segja að við ætlum að taka upp eitthvað Hafnarfjarðarmódel, það er ekki til neitt Hafnarfjarðarmódel.
en hluti þeirra aðferðafræði sem að þarna liggur að baki örugglega eitthvað sem við getum nýtt okkur og erum hugsanlega nýtt okkur nú þegar. Þannig að umræðan þörf og við höldum henni áfram inn í velferðarráði. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Skúli Helgason næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil þakka þessa umræðu, þakka málshefjanda Áslaugu Friðriksdóttur borgarfulltrúa fyrir að vekja máls á þessu. Við eigum alltaf að vera opin fyrir því að læra af öðrum sveitarfélögum, af nágrönnum okkar, þó að hér hafi verið vel farið yfir það að borgin hafi gripið til fjölmargra aðgerða á undanförnum misserum til þess að draga úr vanda þeirra sem að hafa ekki vinnu og þurfa að leita á náðir þessa neyðarúrræði sem svo má segja að þiggja framfærslu styrk frá sveitarfélögunum. Að þá mikilvægt að við séum sífellt á tánum fyrir því að við getum bætt okkar eigin vinnubrögð. Tek undir það með málshefjanda og borgarstjórum að mikilvægasta úrræði fyrir atvinnuleitendur og skjólstæðinga fjárhagsaðstoðar að koma þeim í virkni og vinnu. Það gleðilegt eins og við öll vitum að okkur hefur tekist þessu samfélagi að ná verulega niður atvinnuleysistölunum frá hruni. Staðan var ískyggileg á vormánuðum 2009 þegar nærri léta 10 hver vinnufær í þessu samfélagi væri án atvinnu. Núna hlutfallið einhvers staðar á milli 3 til 4%, 3,5% ef ég man það rétt. Það eru hins vegar mikla blikur á lofti og rétt að það komi fram og sé áréttað í þessari umræðu að réttur til atvinnuleysisbóta var þrengdur verulega áramótin þegar ríkisstjórnin ákvað að stytta hámarkstímabil atvinnuleysisbóta 6 mánuði sem gerði það að verkum að nærri 500 manns mistu rétt sinn til þeirra bóta. Þessum stóra hópi ýtt yfir á sveitarfélögin, þar á meðal Reykjavíkurborg, með tilheyrandi kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin upp á 500 milljónir króna hið minnsta, á sama tíma og skatttekjur ríkisins hafa aukist milljarða króna vegna aukinna umsvifa í samfélaginu. Hlutur Reykjavíkurborgar í þessum auknu útgjöldum áætlaður að lágmarki 200 til 250 milljónir en gæti hæglega orðið hærri ef að fleiri njóta framfærslu styrks en áætlanir borgarinnar gera ráð fyrir. Þetta mjög ámælisverð stefna og rétt að undirstrika það og hún undirstrikar enn frekar þjónkun ríkisstjórnarinnar núverandi við þá sem meira mega sín í þjóðfélaginu meðan að hinir sem að eiga í mestu erfiðleikunum eru skildir eftir lít bættir hjá garði. Það ástæða til þess að vitna í, með leyfi forseta, nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis varðandi þessa aðgerð að stytta tímabil atvinnuleysisbóta hálft ár. Hún markar tímamót því á nokkur samráðs við verkalýðshreyfinguna og sveitarfélögin þetta í fyrsta sinn frá því að réttur til atvinnuleysisbóta var viðurkenndur í verkfallinu mikla sem svo var nefnt árið 1955 sem ríkisvaldið skerðir einhliða umsamin rétt til atvinnuleysisbóta. Fyrsta sinn í heil 60 ár. Við vitum öll eins og hér hefur verið rakið að hér eru stórar tölur undir þegar horft á fjárhagsaðstoð borgarinnar. 3 milljarðar rúmir á þessu ári, mjög háar tölur. En eins og borgarstjóri og borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hafa rakið hefur borgin gripið til fjölmargra aðgerða í samstarfi við Vinnumálastofnun, samstarfi við Menntamálaráðuneytið og fleiri aðila. Og þær hafa skilað verulegum árangri. Við höfum séð þá úttektum sem Vinnumálastofnun hefur gert að á milli 60 og 70% þeirra sem að tekið hafa þátt í einstökum verkefnum eins og liðstyrk og vinnandi vegi hafa ílengst í störfum, hafa verið í starfi ári eftir að þáttaka þeirra í þessum verkefnum hófst. Við erum öll sammála um það að þessar greiðslur eru nauðsynlegar. Þetta að margra áliti síðasti viðkomustaður þeirra borgara okkar sem ekki eiga í önnur hús að venda. Nú ég vildi sérstaklega árétta í
leið og við ræðum heppilegasta fyrirkomulag fjárhagsaðstoðar í borginni að við höfum í huga að eitt mikilvægasta verkefni í þessu samhengi, ekki bara út frá fjára borgarinnar heldur, ekki síður og jafnvel enn frekar út frá sjónarhóli velferðar í borginni, er að við sameinumst aðgerðir til þess að draga úr þörfinni fyrir fjárhagsaðstoð. Með öðrum orðum að við nýtum okkur þær bjargir sem við eigum til að tryggja öllum atvinnu- og lífsviðurværi með fullri reisn. Og það er athyglisvert þegar við skoðum samsetningu þessa hóps sem að þiggur fjárhagsaðstoð að hún er nærfellt sú sama og samsetning þeirra ungmenna sem að hverfa frá námi í framhaldsskólum landsins. Þetta er meira og minna sami hópurinn, þeir sem að er skjólstæðinga fjárhagsaðstoðar og hinnir margumræddu brotthvarfsnemendur, sem sé ungir karlmenn. Og þetta er líka sami hópurinn og á í mestum erfiðleikum varðandi lestrarfærni og lesskilning. Ég bendi á þetta bara til þess að við höfum í huga þetta samhengi hlutanna. Við eigum að nýta skólakerfið sem bandamann í baráttunni fyrir því að koma öllum til virkni í borginni. Komi veg fyrir að svo margir eigi ekki önnur hús að venda heldur en fjárhagsaðstoð sveitarfélaga. Og takmarki á að vera það að allir stundi nám eða vinnu við sitt hæfi. Þetta samhengi milli menntunar og atvinnu var prýðilega nýtt og virt af fyrrverandi ríkisstjórn sem stóð fyrir ýmsum þeirra verkefna sem hér voru nefnd áðan, sem lutu að því að auðvelda aðgengi atvinnuleitenda að menntun einmitt, auka menntunarúrræði fyrir brotthvarfsnemendur og svo framvegis. Skilaði í góðum árangri eins og borgarstjóri fór vel yfir í sinni ræðu og borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Þetta er sömuleiðis í takt við áherslur nýs meirihluta í skólamálum. Við leggjum áherslu á að styrkja undirstöðurnar, efla færni og þekkingu í undirstöðugreinum sem að nemendur þurfa að nýta í framhaldsnámi og reyndar á vinnumarkaðnum síðar meir. En leggjum sömuleiðis áherslu á að auka verulega áhrif val barna og ungmenna á það hvað þau gera í skólanum, hvað þau læra og hvernig. Þannig að þau séu í auknum mæli að læra það sem hugur þeirra og hæfileika standa til. Ég held að það verði á endanum öflugasta vopni til þess að ná þessum brotthvarfstölum niður og ég er sannfærður það að ef okkur tekst með samstarfi vonandi ríkis og sveitarfélaga að ná árangri í baráttunni við brotthvarfi, þá mun það skila sér ásamt öðru í því að færri þurfa að leita á náðir sveitarfélagana framfærslustyrki í framtíðinni. Fjárhagsaðstoð er sem sé ekki einkamál þeirra sem eru að vinna á vettvangi velferðarsviðs og velferðarráðs. Við í skólamálunum þurfum að láta okkur þessi mál varða og starfa þar þétt saman. Og ég vil eins og aðrir lýsa yfir stuðningi við þá málsmeðferðartillögu sem að borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir kynnti hér áðan. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu og þá tekur borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir til máls. Frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Nú tek ég til máls eins og fyrrum borgarstjóri talaði stundum og sagði að ég vissi bara ekkert hvað þetta mál snerist þegar ég sá þetta hérna á borðinu hjá mér. Ég hafði bara ekki hugmynd. Þannig að ég er búin að hlusta hérna mikillega athygli á það sem að borgarfulltrúi sjálfstæðismanna hefur komið hérna upp og sagt. Og síðan þá varnarræðu, allavega leita út í byrjun fyrir að vera varnarræða meirihlutans það hvað við væri raunverulega að gera í Reykjavík og hvað það væri allt rosalega fínt og hérna hvað það gengi allt saman vel og hvað mikill árangur hefði náðst. Og ég fór svona að velta aðeins fyrir mér, þú veist, að hérna annars vegar að þá það þessi mikli árangur sem meirihlutinn talar sem við höfum náð í allavega tölulega, þá sýnir árangurinn ekki að við séum að gera þetta nógu vel. En tölulega í því módeli sem að borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir mælti fyrir, þá var allavega svona, þú veist, þeir eru að gera þetta einhvern veginn öðru, svo það er að virka. Og
mér finnst ég ætla að taka undir málsmeðferðartillöguna hjá henni Heiðu, ég er bara mjög sátt við hana og mjög ánægð að þetta fari fyrir velferðarráð því þar áttu auðvitað heima þetta þótt endanum komið til samþykktar. En það eru 2 mál sem að snúa, eða það er 1 mál sem snýr mjög miklu leyti að árangrinum í Hafnarfjarðarmódelinu og Reykjavíkurmódelinu sem hefur ekki verið dregin upp hér. Og hann er að finna í 5. grein reglna fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg. En þar segir form fjárhagsaðstoðar með leyfi forseta, tilvitnun hefst, fjárhagsaðstoð skal að jafnaði veitt sem styrkur. Fjárhagsaðstoð er einungis veitt sem lán óski umsækjandi þess eða könnun á aðstöðum leiði ljós að eðlilegt sé að gera kröfur endurgreiðslu með tilliti til eigna og framtíðartekna. Tilvitnun lýkur. Þarna gæti nefnilega ákveðnu leyti verið falinn þessi punktur sem að við höfum ekki nefnt en er kannski lykillinn að árangri. Eins og borgarfulltrúinn Heiða Björk Hilmisdóttir nefndi að þá er stærsti hópurinn, ég vona að fara rétt með að milli 21 til 29 ára cirka, á 30-aldrinu. Og það eru fólk sem að við klárlega bindum vonir til að fara út af vinnumarkaðinn, hafi möguleika að afla sér menntunar og hafi möguleika á því að festast ekki í gildru, ég ætla bara að segja fátæktara, því að fjárhagsaðstoð er náttúrulega ekkert annað heldur en fátæktara gildra. Þannig að ég myndi vilja beina því til velferðarráðs og svo umræða verið þar tekin upp, hvort það sé ekki rétt að óska eftir breytingum á orðalagi á 5. greininni. Þannig að það verði rýmri heimildir til þess að veita lán og það geti aftur á móti verið mjög þægilegir endurgreiðslu möguleikur á því og það er að hafa þau vaxtalaus og annað þess háttar. Vegna þess að ég held einmitt að þetta er hluti af því sem gerðist í Hafnarfirði. Að þegar var sagt, þú færð ekki styrk, heldur færðu lán, þá erum við nú bara einu sinni þannig gerð að það er svolítið, þú veist, ef að kjötringurinn er settur hálsinn og þá bara borðum við hann þar til hann er búinn. En ef við eigum að baka kjötringinn sjálf, þá það er nú best að fara að drífa sig fram úr. Með öllum þeim fyrirvöru samt sem áður sem að borgarfulltrúi Espill Blöndal kom inn og ræddi við einstaklinga sem eiga í erfiðleikum vegna vímuefna notkunar og annars slíks. En að þessu sögðu og þá langar mig sérstaklega að vekja athygli á tengslum mögulega 5. greinar við 15. grein fjárhagsaðstoðarinnar sem er svo hljóðandi með leyfi forseta, tilvitnun hefst, einstaklingar sem stunda nám sem er lánshæft hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna njóta ekki réttar til fjárhagsaðstoðar. Punktur, tilvitnun lýkur. Þessi grein, hún nefnilega eftir hrunið hefur orðið mjög mörgum námsmönnum fjötur fót og þeir sem að eru að reyna að hefja sig upp úr fátæktagildrunni með því að fara í nám. Staðan er nefnilega sú að samkvæmt orðanna hljóðan á þessari grein að þá er nægjanlegt að sá sem að ákveður að fara í nám, að hann sé í námi sem er lánshæft. Það þýðir ekki endilega það að hann fái lánið. Það er nefnilega þannig að þó svo það sé búið að aflétta og kröfum ábyrgðir að þá færðu ekki lán hjá Línuort og vanskilaskrá. Og því miður er það bara þar að það er mjög mikið af fólki sem er duglegt og er með mikla hæfileika, sem hefur farið illa út úr hruninu, það keypti kannski 20 íbúðir á 90 eða 100% lánum, búin að missa þær ennþá með skuldir á bakinu. Það hefur skrifað upp á fyrir einhvern, þannig að hópurinn, og við vitum það, sem er í vanskilum, eða á vanskilaskrá, hefur stækkað gríðarlega. Þannig að staðan með því að taka ekki breytingu á 15. greininni erum við að útiloka námsmenn sem einmitt á vanskilaskrá og lendi í erfiðleikum að sækja fjárhagsaðstoð. Og ég held að þetta sé mjög mikilvægt innlegg inn í
þá vinnu og það módel og þær hugmyndir sem að á hérna vísa til velferðarráðs. Og að þessu sögðu, án þess að vera að fara í einhverjar endalaust dæmi fyrir ykkur, ég held að allir hérna inni áttu sig á því hvað máli snúist, að þá áskil ég mér rétt að gera bókun undir þessum lið hvað varðar en styð samt sem áður málsmeðferðar tillöguna. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næsta dags á mælendaskrá. Forseti og borgarfulltrúar, ég þakka nú kærlega fyrir þá umræðu sem hér hefur farið fram þetta mál og eins og allir heyra á henni þá er þetta gríðarlega mikilvægt. Mér langar nú samt fyrst aðeins að setja út á þann málflutning að hér hafi ég staðið sem fulltrúi Sjálfstæðisflokksins og gert eitthvað lítið úr því sem Reykjavíkurborg hefur verið að gera. Það var engan veginn rétt, alls ekki rétt. Og ég vísa því náttúrulega algjörlega frá. Hins vegar er það sem Reykjavíkurborg hefur verið að gera ekki nóg ef maður miða við þennan árangur sem þarna sést. Þannig að það er sanngölluð ástæða til að skoða þetta og ég fagna mjög tillögunni sem Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi lagði fram að við myndum svo fara og skoða þetta í velferðarráðinu betur. Ég held að sé full og mikil ástæða til þess. Það var beðið tölur og jafnvel talað að Reykjavíkurborg hefði í raun og veru náð sínum árangri en þær væru hins vegar bara ekki að varpast fram í tölunum því að það hefði náðst á aukningun í fjárhagsaðstoðinni. Þetta væri nú bara til dæmis gaman að skoða í samanburði við önnur sveitarfélög. Því ekki er það að sjá miðað við þær tölur sem að Hafnarfjarðarbær er að birta. Við erum bara einhvern veginn að setjum í sama farinu, núna 3 ár í röð. Er aukningin ekki mikil en við setjum hins vegar á toppnum. Við höfum ekki haft svona margt fólk á fjárhagsaðstoð held ég bara áður, aldrei. Við erum á þeim stað. Þannig að við erum að leggja allt í sölurnar. Við erum bara að ákveða það að finna störf, veita þeim sem þarna eru tækifæri til þess að fara út á vinnumarkaðinn. Bara líta það sem bara nauðsynlega viðbót við það sem við höfum verið að gera og leggja miklu meira í það en við höfum verið að gera. Því þrátt fyrir átaksverkefnin sem auðvitað skiluðu árangri, það er enginn að tala neitt annað, þau skiluðu árangri og allir mjög ánægðir með það, þá er hægt að gera betur. Hafnarfjarðarbær gerði mjög gott með því að finna þau störf eða búa þau hreinlega bara til. Því nákvæmlega eins og ágætis hugvekja borgarfulltrúans Sigurðar Björns Blöndal hvað er vinna, hvað er eiginlega vinna? Það er erfitt að meta það, en það að vera virkur, mæta, taka þátt og það sé ekki boði að sitja heima á bótum ef þú ert vinnufær. Það er það sem við erum að tala um. Við viljum í rauninni ganga svo langt að bara fara í þetta no tolerance eða bara að við sættum okkur ekki við að fólk fá ekki tækifæri og við sættum okkur heldur ekki við að vinnufært fólk sitji heima á bótum í stað þess að taka þátt. Nú ef það ekki sjálft finnur tækifæri þá verðum við að hjálpa því. Og það er til mikils að vinna, bæði auðvitað fyrir fólki sjálft eins og við öll hér sem höfum tekið þátt í umræðinu vorum að segja og svo auðvitað vegna þess að þar leggst ofan á alveg gríðarlega mikil fjárhagslegir hagsmunir fyrir Reykjavíkurborg og aðra íbúa sem þurfa líka meiri hjálp. Við þurfum meira fjármagn inn í velferðarmálin, inn í þjónustu við aldraða, inn í þjónustu við fatlaða. Við þurfum meira fjármagn. Við eigum að taka þessi fjárhagsaðstoðarmál í algjöra svona gjörgæslu vegna þess að ég held og er algjörlega sannfærð það og búin að vera algjörlega sannfærð það í 5 ár að við hefum mikið inni, takist okkur að gera kerfið skilvirkara.
Við höfum þetta líka verið fylgjendur þess að fara í skilyrðingar og nýta þær. Þannig að við höfum bæði viljað nota svona jákvæða hvata og neikvæða hvata til þess að hjálpa fólki út af fjárhagsaðstoðinni. Jákvæði hvatinn sá að bjóða því tækifærin, veita þeim tækifærin, bjóða þeim úrræði til þess að takast á við þær aðstæður sem það í og reyna að vinna sig einhvern veginn út úr þeim. Neikvæði hvatinn auðvitað sá að ef það ekki vil taka þátt og neitar að þá bara detti bætur niður eitthvað ákveðið tímabil, bara nákvæmlega eins og atvinnuleysisbæturnar gera. Og þá erum við náttúrulega alls ekki að tala að veikt fólk og fólk sem ekki á vinnumarkaði eigi að falla þar undir, heldur einungis þeir sem eru vinnufærir. Og þetta svo sjálfsagt, þetta svo eðlilegi hvatar að það vera að tala að einhvern veginn að gera þá að vonda úlfinum gengur ekkert lengur. Talandum, og við höfum rætt það margoft, en talandum það sem að borgarfulltrúi Skúli Helgason minntist á, þetta samspil ríkis og sveitarfélaga. Það þannig í núverandi ríkisstjórn að auðvitað greinir okkur á hvernig þetta að vera, en það var líka þannig í fyrrverandi ríkisstjórn. Þannig að það ekki hægt að draga okkur að pólitíska línu með það. Hérna þurfa sveitarstjórnir að standa saman og vinna að því sem auðvitað okkur best. Við sitjum uppi með uppsafnaðan vanda, ég tek alveg undir það. Við sitjum uppi með hann. Bótatímabil var stytt. Atvinnuleysisbótatímabili var stytt þegar atvinnuleysið var lítið. Síðan þegar það eykst, þá það ekki lengt. Við sitjum uppi með vandann til margra ára. Það líka eitthvað sem við þurfum að ræða og virkilega beita okkur fyrir að fá leiðrétt. Já, ég með það að þessar tölur séu allar einhvern veginn inn í því að við höfum ekki tekið aukningu. Allt það sem Reykjavíkurborg hefur lagt fram sé alveg jafn gott og þau hafa sýnt í Hafnarfirði hægt að gera vegna þess að fjárhagsaðstoðin hefur ekki aukist. Ég held að það geti ekki verið rétt. Það ekki rétt. Að sjálfsögðu þarna eitthvað, það eitthvað hlutfall þar. En við höfum ekki tekið þessa sterku nálgun, það sem bara, það bara ekki boði þetta, heldur það líður miklu lengri tími frá því einhver fer hann að fjárhagsaðstoð vinnufær í Reykjavík þar til að hann fær tilboð, heldur en virðist vera í því módeli sem Hafnarfjörður að nota. Og það alls konar margt svona sem ég held að muni skila okkur miklum ábata. Já, svo það náttúrulega það og það hefur þau vinnu átök sem að farið hefur verið í núna undanfarin ár nokkur liðstyrkur og fullt af slíkum átökum. Þau hafa sýnt okkur svart á hvítu að þegar ákveðnum hópi vinnufærra á fjárhagsaðstoð boðin vinna skilar 15% sér ekki í vinnuna eða segist ekki þurfa á hann að halda. Þannig að það 15% þarna sem eru á framfærslu án þess að þurfa það. Sem gátu annarkvort fundi sér vinnu sjálf þegar þeim var boðin önnur vinna eða vildi ekki vinna eða voru í einhverjum þannig aðstæðum að þau ákveða bara ég ætla ekki að vera lengur á framfærslu. Þetta segir okkur alveg fullt líka. Þetta 15% af þeim sem boðið við vinnu. Auðvitað þurfum við að vinna með svona hlutfall. Og þetta kalla ég ekki og ég tek ekki undir það eins og borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal sagði hérna áðan
að þetta var einhver leiðir að strauja menn út af aðstoð. Þarna er verið að auka skilvirkni í kerfinu. Það verið að auka og gæta þess að við séum að nýta fjármagni á réttan hátt og við erum að hafa eftirlit með þeim sjóðum sem við erum ráðin til. Það er ekki verið að strauja einn eða neitt út af fjárhagsaðstoð með svona aðgerðum. Ég tek ekki hérna það. Hvað sögðu þið nú fleira? Mér sýnist ég að vera búin að fara yfir flestu atriði sem að mig langaði að gera athugasemdir við í þeirri umræðu sem að varð hér þessi mál. Mér langar bara aftur og ítreka að þakka fyrir þá umræðu. Hún er rosalega mikilvæg. Ég held við að taka hana reglulega hér í borgarstjórn og ég þakka bara fyrir góðar undirtökur. Borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri kvatt sér hljóðs í þessum dagskrárlið. Við göngum þá til atkvæða málsmeðferðartillögu sem að felst í því að vísa tillögunni til velferðarráðs. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Þeir sem samþykkja það gefi merki. Tillagan er samþykkt samhljóða með 15 greiddum atkvæðum. Við göngum til þriðja liðar á